Alþingismenn, ég vil byrja á því að bjóða ykkur hjartanlega velkomin og þakka ykkur fyrir að vera hér í dag. Að sjá ykkur svona mörg sýnir bara eitt að þjóðin er vakandi og fólkinu er nóg boðið. Við erum hér af einni ástæðu, við sjáum að það er eitthvað alvarlegt að gerast í okkar eigin landi. Þetta snýst ekki flokka, þetta snýst þjóðina, Ísland sjálft. Við sjáum kerfi sem þjónar ekki lengur fólkinu sem byggði það upp. Við sjáum heilbrigðiskerfi, menntakerfi og löggæslu molna á meðan þeir sem hafa aldrei lagt krónu til samfélagsins fá forgang fram yfir þá sem hafa staðið undir því áratugum saman. Við spyrjum, fyrir hvern er þetta kerfi orðið? Hverjir ráða og hverjir borga? Það er verið að þröngva yfir okkur stefnu sem við hvorki samþykktum né vildum og það er gert með þöggun, stimplum og hræðslu áróðri. Þeir sem spyrja eru útrópaðir, þeir sem vara við eru þaggaðir, en við segjum nú er komið nóg. Við ætlum ekki að þegja, við krefjumst þess að rödd þjóðarinnar heyrist. Okkur er sagt að kerfin séu fyrir okkur, en við vitum að það er ekki rétt. Við höfum byggt þau upp með vinnu okkar, fórnum og þrautseigju, en þegar við þurfum á þeim að halda, þá eru aðrir en við í forgangi. Þetta er ekki mistök, þetta eru blekkingar. Við erum blekkt til að halda áfram að borga með blóði, svita og tárum, á meðan þeir sem hétu að þjóna þjóðinni, svíkjana og afhenda kerfin öðrum en okkur sjálfum. Stjórnvöld sem standa að þessu hafa glatað trausti þjóðarinnar og þá eru þau ekki traustsins verð. Ég ætla að byrja að kynna hérna fyrst á svið Baldur Borgþórsson. Hann hefur séð valdi innan frá og valið sannleikann fram yfir þögnina. Við skulum gefa Baldri kröftugt klapp. Ég var nú spurður að því hvort Siggi þurfti að kippa mér upp líka en ég slapp, þannig að þetta er í góðu. Já, ég segi bara eins og Ágústa, verið hjartanlega velkomin og verið stolt af því að vera mætt hérna og styðja okkur, ykkur sjálf og íslensku þjóðina með því að mæta hér á staðinn. Við þökkum líka þeim sem að heima eru og hafa ekki átt heimagengt, en ég er mikið að spá í að bjóða upp á ökuþjónustu næst til þess að fáum aðeins fleiri. En ég verð að segja, það kemur á óvart hvað það eru þó margir komnir hérna á þessum svona þokkalega veðurdegi. En við erum hér komin til að ræða alvarleg mál og á því tilefni gerði ég nú í fyrsta skipti á mínu ferli þann hlut að setja ræðukort á blað og það þýðir ég þarf að taka þetta upp. Og við ætlum að ræða stjórnleysið sem við erum að upplifa í landinu, uppgang glæpagengja, fjölgun í nauðgunum, líkamsárásum, fjársvikum og hverju því ónefni sem hægt er að nefna sem að við viljum ekki sjá í okkar landi. Og þetta kemur fyrst og fremst til að því að við erum með 63 þingmenn í þinghúsinu hérna rétt okkur til hliðar sem að því miður hafa allir sem einn brugðist íslensku þjóðinni þegar það er að segja að skyldur stjórnvalda samkvæmt stjórnarskrá eru gagnvart íslensku þjóðinni, það er 100% og óumdeilt. Við gerum því kröfu að stjórnvöld ræki þessa frumskyldu sína og setji íslensku þjóðina í fyrsta sæti. Það er rík ástæða fyrir þessari kröfu, því stjórnvöld hafa svo sannarlega ekki gert það á liðnum árum, þrátt fyrir að frumskylda þeirra sé einmitt sú að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar í hvívetna. Ef við ekki að vera sammála að við hafum tími til að þeir vakni. Að þessari ástæðu þá hef ég ákveðið að klyfja hér aðeins betur á því hvað Ísland þvert og flokka gengur út á. Þetta er engin öfgasamtök. Við erum að fara fram á það að stjórnvöld sinni starfi sínu. Nú er það allt í einu orðið glæpur, rasismi og ég veit ekki hvaða nöfnum maður er ekki beittur á sinni daglegu ferð út í bæ og vafalaust mörg ykkar líka og ég ætla bara
hvet ég ykkur áfram, verið þið þá bara stolt af því. Eða heitir að vera rasisti að vilja íslensku þjóðinni vel. Þá höfum við bara að vera stolt af því. En þar sem að þingmönnum hefur gengið illa, og nú ég að tala stjórnvöld ekki bara í dag, ég að tala mörg ár aftur í tíman, og sérstaklega við getum tekið til að taka eitthvað tímapunkt í sögunni, þá tökum við árið 2016. Þá voru útlendingalög samþykkt sem voru búin að vera í vinnu ríkisstjórnar frá 2014 til 16 samþykkt, og það var Pandoruboxið sem ástæðan fyrir því ástandi sem við erum að upplifa í dag. Að þessari ástæðu hef ég búið til lítinn leiðavísi fyrir 8 villt stjórnvöld, og eftirfarandi sem sagt þessi leiðavísir. Þing verði kallað saman án tafar og ráðist í eftirfarandi aðgerðir þvert á flokka, allir 63. Númer 1, tekið verði upp innra landamæraeftirlit og þannig tryggð fullkomin stjórn á landamærum landsins. Við erum sammála um það. Númer 2, gert verði 5 ára hlé á hælisumsóknum, þar að segja hælisleitakerfinu lokað til 5 ára hið minnsta, meðan að kerfið endurskoðað frá grunni og samhliða verða fjölskyldusameiningar stöðuðar. Þá tökum við lið númer 3. Og nú þarf ég að fletta með þessu. Liður 3, að þeir erlendu ríkisborgarar sem hér hafa sest að og brjóta af sér eða verða uppvísir að því að hafa gefið rangar upplýsingar við komu sína hingað, skulu tafarlaust sviptir dvalarleyfi, ríkisborgararétt eða hverju einu sem heimilar þeim dvöl í landinu og undantekningarlaust vísað úr landi með endurkomubanni. Þá förum við í lið númer 4. Þetta eru 5 liðir, alveg að koma. Liður númer 4, erlendir brotamenn afpláni dóma í sínu heimalandi, það verði gert með samningum við viðkomandi ríki hverju sinni. Þetta ekki flókið. Og þá það síðast en ekki síst, og þetta stærsti liðurinn. Og ég mun síðan fara aðeins yfir þetta með ykkur aftur, þannig að þetta hamrist vel og ítalega inn, en ég ekki að segja ykkur neitt annað en það sem þið viti nú þegar. Ég bara brýn á því. Liður númer 5, og hann mjög mikilvægur. Ríkissaksóknari, ríkislögreglustjóri og lögreglustjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verði listir frá störfum án tafar. Við skulum taka þetta lið fyrir lið, af því nú ég krafin skýringar af hverju ég vill þessa framkvæmd, og hún kemur hér. Tökum ríkissaksóknara. Við stæðum sennilega ekki hér í dag ef allir embættismenn, þingmenn og ráðherrar væru á pari við fyrrverandi vararíkissaksóknara Helga Magnús Gunnarsson, sem ríkissaksóknari fékk rekinn úr starfi í stað þess að styðja hann, börn hans og fjölskyldu með að þau máttu sæta stöðugum morðhótunum frá hælisleitenda árum saman. Hælisleitenda sem að lokum var handtekinn og dæmdur fyrir morðtilraun. Þegar Helgi þurfti hvað mest á stuðning og aðstoð að halda, fékk hann ofsóknir frá sínu nánasta samstarfsmanni, ríkissaksóknara. Hvernig má þetta vera? Jú, Helgi hafði gerst sekur að rækja starfsskyldur sínar af eljusemi, dugnaði og heilindum. Og það hlutur sem vanhæft fólk þolir ekki, því þá verður vanhæfni þeirra svo áberandi. Það málið. Af þessari einföldu ástæðu þarf ríkissaksóknari að víkja. Við getum öll verið sammála um það, held ég. Og þá komið að ríkislögreglustjóra. Það eins gott að ég fá mér ekki bjóra áður en fyrir bíl næst. Við skulum halda áfram með það. Ríkislögreglustjóri hefur sýnt hróplegt fálæti yfir þeirri óheilla þróun sem við höfum horft upp á undanliðnum árum. Gerendur í ofbeldis- og nauðgunarmálum eru í dag, nú tek ég þetta bara eins og þetta
80% erlendi ríkisborgarar. 80%. Og það að þeirri ástæðu vil ég bara segja við fólki hérna inn á þingi, viljið þið fækka nauðgunum 80%, lokið þá landamærunum. Þetta dæmi sem ég tók, það eru þessi gerendur, þetta staðreynd, þetta 80%. Við getum tekið, það gott að taka þetta dæmi hér, óöld á leigubílamarkaði og það fyrsta ástand sem það ríkir. Fjárkúanir, mannrán, nauðganir, líkamsárásir. Við erum að tala leigubíla. Spáðið í það. Það fyrir utan allt hitt. Viðbrögð ríkislögreglustjóra við þessu ástandi eru engin. Ábyrgð ríkislögreglustjóra hins vegar öll. Það mín skoðun og væntanlega ykkar líka. Þetta svo einfalda ástæði fyrir því að ríkislögreglustjóri þarf að víkja. Hann vanhæfur. Ég var bara að lofa að tala íslensku og jafnvel sjóaramál þegar ég kæmi hérna og ég ætla að standa við það. Síðast í röðinni lögreglustjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Og það nú ekki flókið fyrir mig að rökstyðja það. Hann hefur gerst sekur sama hróplega fálætið og ríkislögreglustjóri og í engu brugðist í því ófremdar ástandi sem ríkir á höfuðborgarsvæðinu. Erlend glæpagengi ganga óáreitt og hópar frá Mið-Austurlöndum, við tölum íslensku, halda heilu hverfunum í gíslingu ótta og óöryggis. Þetta eitthvað sem einhver hélt að við ættum að sjá í dag? Ó nei, ég trúi þessu varla sjálfur, en þetta eru staðreyndir. Við skulum taka sem dæmi, við förum aftur í leigubílabransan og tökum leigubílabiðstöðvarnar hérna niðri í miðbæ. Þeim alfarið stjórnað af gengjum frá Mið-Austurlöndum og Afríku. Við erum stödd á Íslandi. Þetta hverjum manni ljóst og sérstaklega lögreglustjóra lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar farþegum skipað fyrir af hörku og miskunnarlaust beitt ofbeldi ef þeir hlýða ekki. Það að segja hvaða bíla þeir eiga að fara inn í. Ég á nú freka von á einhver hér hafi lent í þessu. Að þetta eru erlendir aðilar sem skipaði fyrir hvaða bílum mátt fara inn í. Lögin segja hins vegar að hverjum og einum frjálst að velja þann bíl sem það, eða þá þjónustu sem það kýs að velja. Það vita allir og sérstaklega téður lögreglustjóri. Þetta ekki flökkusögur, þetta eru bara staðreyndir. Það ríkir óöld í borginni og viðbrögð lögreglustjóra lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eru nákvæmlega engin. Því verður hann að víkja. Erum við sammála um það? Mér langar að taka hérna í lokin að því að ég búinn að vera svo voðalega vondur gagnvart þessu fólki í leigubílabransanum að þá verði ég bara að taka dæmi. Og ég ekki að taka flökkusögudæmi, ég að taka dæmi sem ég þekki persónulega til með. Kona, nett og fín kona, brá sér hér niður í borg með vinkonum út að borða. Þarf að mæta til vinnudaginn eftir, þannig að hún fer á undan öllum hinum. Við erum ekki að tala 3:00 eða eitthvað, við erum að tala að kvöldi. Gengur hún hér út að leigubílabiðstöðinni og ætlar að velja sér eðlilega íslenskan bílstjóra frá Hreyfli. Það tókst henni ekki því að leið og mætir á staðinn þá vappar sér að henni maður frá Mið-Austurlöndum og skipar henni fyrir og ætla að fara inn í þennan bíl. Hún segir nei, ég ætla að velja bíl sjálf. Hann tilkynir að hún ráði því ekki. Löng saga stutt, það enda með að þessi aðili tekur konuna og skellir henni í stéttina af alefli. Íslensku vegfarandi á leið hjá, hleypur inn í, maðurinn dregur sig tilbaka, hann aðstofar konuna á fætur sem í taugaáfalli og aðstofar hana við að labba til lögreglumanna sem standa þetta skammt frá. Og þau vilja fá aðstoð. Svar lögreglunar var svar lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem mælir til hvernig lögreglumenn eiga að starfa í hennar umdæmi. Sama með ríkislögreglustjóra,
Hann stýrir því hvernig lögreglustjórar annara umdæma, hún er með yfirsýnina, þær eru báðar jafn sekar. Svarið frá lögregluþjórunum var: þetta er ekki mál fyrir okkur. Líkamsárás á íslenska konu af hálfu svona manns var ekki mál fyrir lögreglu. Henni var bent upp á að hún gæti farið eftir helgi og lagt fram kæru. Þeir höfðu engin afskipti á manninu. Eitt í viðbót, ein stutt sem að þið þekkið öll, hann að ég ætla bara að nefna það, myndbandsupptaka af Afríkumanni í Bláa lóninu sem að fór eins og eldur í sinu þjóðfélagið í vikunni. Það er ekki feik, það er ekki tilbúningur, það er mjög góð lýsing á því hvernig ástandið er og þetta vita ríkislögreglustjóri og lögreglustjóri lögreglu á höfuðborgarsvæðinu fullvel. Þess þetta þarf hann að víkja. Það er allar. En af því að ég er nú lausnabeðaður, þá ætla ég að klára þetta með því að beina orðum mínum hérna yfir að Alþingishúsi aftur. Við í Ísland þvert á flokka eru reiðubúin að aðstoða stjórnvöld með hverjum þeim hætti sem þörf er á. Af því að þau virðast annarkvort ekki vilja vita þetta eða ekki vita hvernig þau að bregðast við þessu. Það er nefnilega þannig að þau þurfa bara að taka sig saman, þvert á flokka, rétt eins og við, henda útlendingalögunum frá 2016 í ruslið og samþykkja ný lög. Það er ekki flókið. Eina sem að þau þurfa að hafa í farteskinu til þess að geta framkvæmt þetta, það er ekki mikið, en það er samt mikið. Þau þurfa kjark og þau þurfa þor. Og ef þú ert ekki með kjark eða þor til að standa upp fyrir þína þjóð, þá áttu að víkja. Og bara til að ergja þá sem eru okkar andstæðingar, þá ætla ég að ljúka mínum orðum með: Íslandi allt, íslenska þjóðin í fyrsta sæti og takk fyrir mig. Við þökkum Baldri Borgþórsinni bara kærlega fyrir hans rödd, hún þarf að heyrast. En næstur á svið er Sveinn Hjörtur Guðfinnsson og við skulum gefa Sveini öflugt klapp. Það er gaman að sjá okkur hversu margir eru hérna. Við erum líka fróðlegt að sjá hvað fréttamiðlar segja hvað tölurnar eru. Heyri ekki allir í mér? Kæru, já, ok, það er með þetta niður á sviðinu. Kæru vinir og baráttufólk betra Ísland. Við förum leið í lífinu sem varðar göngu okkar hverju sinni. Við hefjum gönguna og höfum fyrirfram ákveðna áætlun og ætlun með þessari leið okkar. Sum ykkar eru að koma hér í 3. sinn, aðrir nýir í þeirri hugsjón okkar að vilja breytingar. Tafarlausa breytingar í málefnum hælisleitenda sem hafa svo sannarlega sýnt sig undanfarið að er handónýtt. Við höfum hræðileg dæmi það að samfélag okkar sé hreinlega nýtt niður, misnotað, ögrað og hótanir í garð fólks eru raunveruleg ógn í íslensku samfélagi. Það er veruleiki sem er staðreynd þótt stjórnvöld segja annað. Á dögunum fórum við nokkrir í Skjöldur Íslands og ég minni á bólina hérna sem að ertu sögulega hérna út af þetta. Fórum við í verkefni til þess að vekja máls á þeirri stöðu sem sífellt er reynt að þagga niður. Þagga niður af stjórnvöldum, ákveðnum aðilum lögreglunar, ákveðna alþingismanna, mennta- og háskólastéttarinnar og ekki síst af fjölmiðlum. Með valdi sínu hafa þessir aðilar óendanlega möguleika á að gera það sem þeir telja best fyrir umræðuna hverju sinni. Í raun hafa þessir aðilar aðgang að ákveðnum fjölmiðlum sem svo eru háðir ríkisvaldinu sem fjárhagslega og oft í ákveðnu vinagreiða samfélagi. En hvernig virkar þetta? Við í Skjöldur Íslands fengum svo sannarlega að kenna á því hvernig stjórnvaldið vinnur með fjölmiðlavald sitt. Sannleikurinn skipti engu.
Eigin frami í viðtali fjölmiðlana er það sem ræður og að stökkva á vagn vinsældanna og gera sig breiðan til að vera svara því sem þeir telja að þjóðin sé að óska eftir. Þessir aðilar hika ekki við að breyta staðreyndum og hvika frá sannleikanum. Fjölmiðlar hafa tekið ákveðna aðila innan skjöldur Íslands fyrir með ljótum hætti. Þeir hafa vanvirt friðhelgi einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Þeir hafa sumir sett upp ljóta mynd af einstaklingum sem þeir telja ögrum við stöðu í samfélaginu sem ekki má hreyfa við. Staða sem meðal annars hvati okkar að koma hér saman í þriðja sinn og leggja enn meiri áherslu á þær breytingar sem við sem hér erum viljum sjá. Þessar áherslur óþægilegar fyrir suma og farið í það að fela staðreyndir. Tökum dæmi, ef ekki hefði náðst á upptöku sveðjuárásin í Úlfarsárdal, þá hefði það aldrei verið rætt. Sérstaklega þar sem var að ræða múslima sem börðust með vopnum og sköpuðu skelfingu, hættu fyrir íbúa og börn og aðra sem þar voru. Ef ekki hefði náðst myndband af sérsveit lögreglunnar í aðgerð vegna handtöku einstaklinga sem grunaðir voru að hafa skotvopn undir höndum og almenna lögreglan varð að leita skjóls bak við bíl, þá hefði aldrei verið rætt það atvik. Því síður að það hafi verið útlendinga í því máli að ræða. Ef ekki hefði verið fyrir tilstilli hins eina sanna taxihönders að ná ótal dæmum krakkar af ömurlegu hátterni erlendra leigubílstjóra sem hvað eftir annað hafa hótað farþegum, svindlað á þeim og þjóð okkar til skammar. Þá hefðu fjölmiðlar aldrei rætt þann vanda. Nýlegt dæmi sýndi svo ekki verður villst að hátterni þeirra hefur skaðað Ísland lengi. Þá staðreynd hafa yfirvöld hunsað og fyrir vikið var taxihöndurinn upphrópaður ljótum orðum. Hann hefur verið handtekinn af ósekju og orð hans dæmd og dregin í efa. Síðasta dæmið sem ég ætla að nefna kaffistofan fræga við Leifsstöð sem múslimski leigubílstjórar tóku undir sig og breyttu í bænaherbergi. Stjórnvöld gerðu ekkert, sögðu ekkert, leyfðu öllu að viðgangast eða þar til fréttakona hjá RÚV álpaðist þar inn í einu innslagi sínu og var rekið þaðan út. Jú, því hún var kona. Fjölmiðlar veigra sér ekki fyrir því að búa til fréttir til að fá klikk á fréttina eða reyna að vera fyrstur með fréttina. Ef frétt skal kalla, í raun stjórna fjölmiðlar hvaða fréttir eru sagðar. Þeir leiða fréttamennsku. Margar fréttir sem teljast góðar og nauðsynlegar, upplýsjandi og mikilvægar komast ekki að. Því þær sumar af þeim ögra, rugga bátnum eða óþægilegar fyrir ákveðna aðila og oft á tíðum stjórnmálamenn. Mér það minnisstætt þegar ég starfaði hjá 112 sem varðstjóri og fréttamenn hringdu snemma morguns til að fá fréttir af nóttinni og því ljótari sem vaktin var, því spenntari voru þeir. Ófærir annara vatn á myllu þeirra og þeir nærast sumir á því. Kæru vinir, það ljóst að við búum við annan heim í dag. Hann stjórnast af þöggun og tilbúningi. Valdi sem stýrt og í raun kostað af ríkinu, stjórnmálamönnum sjálfum, Alþingi Íslendinga. Dæmi að fjölmiðlar fái marga tugi milljóna og jafnvel mörg 100 milljónir. Þessar upphæðir fara í fjölmiðlana á meðan við heyrum af biðlustum í krabbameinsmeðferðum. Lyfjakostnaður fólks það mikill að það þarf að sleppa að taka lyfi sín og skerða lífsviðurværi sitt. Aldraðir þurfa helst að vinna í happdrætti til þess að komast í þjónustustíflur. Meðan sjáum við mörg dæmi það að sveitarfélög
til dæmis styrkja hælisleitendum með húsnæði og aðra framfærslu, slíkt á ekki við marga Íslendinga. Árið 2023 fekk RÚV 5,7 milljarða frá ríkinu. Árið 2024 fekk RÚV 6,1 milljarð frá ríkinu. Þessi 2 ár gera tæpa 12 milljarða. Og að því ég nú með tölublindu, það held ég að segja rétt 12.000 milljónir, það er ekki rétt. Árið 2023, tökum sín sem dæmi. Árið 2023 fengu þeir 107 milljónir, 2024 124 milljónir. Þeir hafa fengið alls 230 milljónir. Tökum heimildina, sem áður var stundin og kjarnin, eða hvað sem þeir kalla sig í dag. Árið 2023 tæpar 55 milljónir, árið 2024 fengu þeir 67 milljónir. Þeir hafa fengið rúmar 122 milljónir. Og þetta eru einstaklingar sem veigra sér ekki við það að taka sum okkur algjörlega lífi í fjölmiðlum, eða reyna það. Þetta borgum við borgum þessar upphæðir til fjölmiðla. En hvernig fer þetta svo allt saman? Ég skal segja ykkur það. Jú, undirritaður sem hér stendur mun áfram vera sem skotskífa fyrir ákveðna fjölmiðla sem neita að fara í sannleikann. Þeir munu áfram gera tilraun til að svelta mannorðið og fara í að grafa allt upp sem hægt er. Þannig vinna ákveðnir fjölmiðlar. Þeir sem þannig vinnu stundar oft samansafna vinstra sinnum aðilum á væng stjórnmálana. Það er staðreynd. Þetta er fólki sem kallar aðra öfga hægri, nasista, fasista, þjóðernissinna, sem ég tel að vera bara gott mál, og önnur orð sem þeir hika ekki við að slá upp sem fyrirsögn. Kæra samkoma, við sem hér erum komin, látum ekki þagga niður í okkur. Við höfum fengið nóg af því sem reynt að kæfa, þagga og að vera upphrópuð. Við erum búin að fá nóg. Við erum hér vegna þess að okkur andum íslenska þjóð og okkur blöskrar hreinlega. Við látum ekki þagga niður í okkur, sama hvað reynt að gera. Að endingu vil ég hvetja ykkur til að vera málefnaleg, hnitmiðuð í ræðu og riti. Það er tekið eftir okkur og margir bíða eftir feilsporinu stóra. Steinar lífsins eru hálir. Við getum hrasað en við stöndum strax upp aftur og höldum áfram. Við einsetjum okkur að sigra, knýja á í þeim málum sem við erum hér að ræða Íslenskt samfélag stendur á algjörum krossgötum í dag. Við stöndum frammi fyrir því að missa sérstöðu okkar, náttúru og frelsi í dansi sem stjórnmálamenn keppast við í Brussel. Við sjáum að öryggi og frelsi okkar ógnað af aðilum sem ætla sér enga virðingu að sýna íslensku samfélagi eða íslenskri þjóð. Kæru vinir, verið óhrædd við að segja skoðun okkar og hug. Sýnið djörfung og stöndum saman fyrir Ísland. Látum ekki ræna landi okkar og þjóð. Nú ögur stund og stöndum saman. Ég segi ekki annað en Guð blessi okkur, þá vegferð sem við erum að fara, og Guð blessi Ísland og framtíð þeirra. Takk kærlega fyrir, Sveinn. Það þarf kjark til að segja sannleikann þegar aðrir þegja. Næstur á svið kemur Davíð Bergmann Davíðsson. Hann hefur í áratugi starfað með olnbogabörnum samfélagsins og veit af eigin reynslu hvernig það þegar kerfin bregðast. Við skulum gefa Davíð öflugt og verðskulda klapp. Ég ætla aðeins að virða ykkur fyrir mér. Mér sagt að þið séu pakk. Svona, mér líka sagt að þið séu svona rasistaskrýll, fasistar. Ég hef heyrt það svolítið í fjölmiðlum, ég veit ekki með ykkur. Þetta virðist ekkert alltaf að halda. Ok. Ég hef viljað hafa búst, en hvar erum við að byrja? Ég ætla að tala skipulagða glæpastarfsemi og hvernig hún teygir anga sína niður til ungmenna. Ég búinn að vinna í tengslum við ungmenni í vanda síðan 1994.
Ég kom víða við. Ég var í útideildinni fyrst, svo fór ég í mótorsmiðjuna, svo fór ég að vinna hjá Reykjavíkurborg þegar enn ein skipulagsbreytingi var. Þær voru nú ansi margar. Og svo fór ég norður í land, fór að vinna líka í tengslu og börn þar. Svo vann ég á Stuðlum í 17 ár og nú er ég búinn að vera í Fjölsmiðjunni síðan 2018. Ég held ég veit eitthvað smá. En byrjum á því sem máli skiptir hér í dag. Hvað gerum við þegar það kemur illgresi í garðinn okkar? Þegar súrefni plantnanna er að kafna. Við reytum hana, ekki? Og við hendum honum í ruslið. En hvað gerum við þegar erlend glæpasamtök er að festa rætur í íslensk samfélag? Hvað gerum við? Við byggjum bara stærra fangelsi, svona hótel. Ok. Við byggjum bara stærra hótel. Af því að mörg af þessu fangelsum sem að þetta fólk sem er að brjóta af sér hérna, hvort sem er að stela dísilolíu af flutningabílum. Góður. Hvort sem er að stela bensín eða dísilolíu á nóttinni. En býtu, er það ekki menn sem að hafa kennitölu og eiga verið í vinnu í dagvinnu eða eru þeir að drífa tekjurnar á nóttinni með því að stela dísilolíu? Ég hef stundum verið að veltaði fyrir mig, hvað gera þessi menn á daginn? Eru þeir á bótakerfinu? Eru að gera leigubíla? Ok. En förum í tölur. Og tölur sem koma á þessu húsi. Bergþór Óla spurði einu sinni Guðrúnu Hafsteinsdóttur hvað væru margir erlendir afbrotamenn á bakvið lás og slá á 10 ára tímabili. Árið 2014 voru þið 14%. Árið 2019 voru þið konur upp í 21%. Árið 2024 voru þið konur upp í 42%. Er þetta eðlileg þróun? Hvað er á bakvið þessu tölur? Í fyrra voru 298 í gæsluvarðhaldi. Af þeim voru 90 Íslendingar. 70% þeirra sem voru í gæsluvarðhaldi á síðasta ári voru erlendir ríkisborgarar. Og hvað kostar þetta? Af þessum 208 erlendu ríkisborgurum sem voru í gæsluvarðhaldi í fyrra voru 63 á grundvelli útlendingalaga. Þannig ég ætla ekki að telja þá með. En ég ætla að taka þess að 155. Það kostaði 3.111.625.000. Fangelsið sem við erum að fara að byggja í fyrsta áfanga á að kosta 18 milljarða. Ef við myndum losna við þessa erlendu glæpamenn, þá tækja það 6 ár. Og teygir skipulag glæpastarfsemi sér niður til ungmenna? Svaraði já. Síðasta vetur hafði samband við mig faðir, áhyggjufullur, vegna þess að sonur hans var flæktur í net skipulagðra glæpasamtaka. Það var rosa gaman fyrst, partí, nóa dópi, fara til útlanda og eitthvað svona. En svo einn góðan veðurdag var hann gerð upp skuld. Og hann átti hann að endurgreiða með því að bera fíkniefni á milli landa í Evrópu. Og hann fekk þau skilaboð frá höfuðbörnum sem var fyrir utan landsteinana í gegnum sendisveina. Ef hann færi ekki í þessa ferð þá myndi hann hafa verra af. Þannig að faðir hans borgaði skuldina.
En hvaða efni var þetta? Færum okkur aðeins nær. Færum okkur til íslensks veruleika. Hvað gerðist hérna í apríl á þessu ári? Í apríl á þessu ári gerðist það að hingað komu stúlkur sem voru að bera inn gervi ópíóða. Og hvers konar efni voru þetta? Ég get alveg sagt ykkur það, ef þessi efni hefur komist á markaðinn á Íslandi, þá væri ekki ófremdarástand á spítölum, heldur neyðarástand alla dag. Vegna þess, þessi gervi ópíóðar voru 1000 sinnum sterkari en venjulegt morfín og 40 sinnum sterkari heldur en fentanyl. Ef þið viljið vita hvernig efnið þetta er, Nextasín heitir það, þá farið á YouTube og sláið bara inn trekk og þá sjáu þetta. Þá verður fólk svona eins og það sé zombie. En af því vorum að tala erlenda afbrotamenn og fjölda þeirra, þá skulum við færa okkur yfir í sérsveitina. Í þessu hérna húsi var einu sinni Guðrún Hafsteinsdóttir spurð í fyrirspurnatíma hvað er sérsveitin búin að fara í mörg vopnuð útköll á 10 ára tímabili. Frá árunum 2013 til 2023. Ég skal segja ykkur það. Árið 2014 voru þið 38. Hvað voru þá margir afbrotamenn erlendir í fangelsum á Íslandi? Voru ekki 14%. Árið 2023 þá voru konið upp í 461 útkall. 12 sinnum fleiri útköll. Núna 30. júlí var viðtal við Sigríður Björk ríkislögreglustjóra þar sem að hún var að segja frá því að bara á þessu ári er sérsveitin búin að fara í 100 útköll vegna hnífa og eggvopna. Og hún hafi sérstakar áhyggjur á ungmennum landsins. Hún talaði sérstaklega það að ungmenni landsins væri að brjóta alvarlega af sér. Er ég hissa á því? Nei, ég er ekki hissa á því. Og ég skal segja ykkur af hverju. Að þið eru með handónýtt meðferðarkerfi. Djöfull kalt. Árið 1995 fór ég í ferð þegar ég var að vinna í útdeildinni og fór að kynna með samstarf félagsmálayfirvalda og lögreglu. Þá fór ég til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar og ég gleymi því aldrei þegar ég var í Kaupmannahöfn og lögreglan spurði mig, eru þið farin að stoppa klíkur? Og ég sagði nei, það var þannig. Eru þið farin að stinga okkur aðra? Ég sagði nei. Þá sagði hann, bíðið bara, þetta kemur. Og hvað er búið að gerast? En þegar ég kom til Íslands og talaði þetta við svona diplómaprik upp í Fílabeinsturninum og svona, þá var sagt, viltu ekki fara heim og lesa Mógan Kane? Og stjórnmálamenn sögðu það líka. En er ég hissa? Nei, ég er það ekki. Hvernig stendur á því að ég sem er búinn að vinna við í 30 ár á þessu vettvangi þekki meira og minna alltaf aðbrotamennina sem að setja hrolla íslensku þjóðinni þegar eitthvað hræðilegt gerist. Hvar kynntist ég þeim? Getur verið að meðferðarkerfin gátu ekki haldið utan um þessi einstaklinga þegar þau voru börn, unglingar. Í punktinni. Jæja, að lokum. Ég verð að koma með þessa.
Ásmundur Einar, hérna, ráðherra, Gunnar, fyrrverandi bæjarstjóri í Garðabæ, Heiða, hérna, forstjóri Barnaverndarstofu og Almar, hérna, yfir félagsmálabatterín í Garðabæ. Hvað eru þau að gera? Þau eru að skrifa undir viljayfirlýsingum að við ætlum að byggja meðferðarheimili sérhæft fyrir ungmenni. Þetta er hérna 21. desember 2018. Hvar er þetta heimili? Getur eitthvað saman það? Býtu, einn henni viðbót. Hérna eru þau svona, þú veist, það er svona happy hour, allir rosalega glaðir að takast í hendur og svona. Hérna næsta. 4 dögum fyrir kosningar. Fyrrverandi ráðherra og liðið frá Barnaverndarstofu. Skrifa undir, hérna opna meðferðarheimili í Mosfellsbæ. Það var ekki hægt að opna vegna þess að það stóðst ekki öryggisstaða. Brunakerfið virkaði ekki. En það kveiknaði í stölum, ekki gleyma því. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Davíð. Næstur á svið er ung kona, áhyggjufull móðir og hún ætlar að segja sitt. Halló, ég ætla nú að reyna að hafa þetta ekki langt og ég fer aðeins öðruvísi að það sem aðrir hafa verið að segja. Ég er mjög stressuð þannig að ég ætla bara að vona að þið bara veitir mig þolinmæði. En kæru Íslendingar, við erum því miður komin á þann stað að segja má að við séum gestir í okkar eigin landi. Við þorum ekki að tjá okkur af ótta við útskúfun. Við óttumst öryggi barna okkar og öryggi okkar sjálfra og síðast en ekki síst þá er gengið fram hjá okkur skattgreiðendum sem framfleytum þessu landi lágmarks þjónustu og kjör því allur peningur virðist renna til hælisleitenda. Hversu langt ætlum við að láta ganga yfir okkur af íslenskum stjórnvöldum? Ætlum við raunverulega að festast í því að kenna bæði fyrrum og núverandi ríkisstjórn hvernig ástandið er eða ætlum við að ná landinu okkar tilbaka? Hversu lengi ætlum við að láta hafa okkur af fíflum í eigin landi sem skattgreiðendur á Íslandi? Þegar Sigfús bað mig að halda ræðu þá ákvað ég að koma ekki undir nafni. Ég get sagt ykkur, ég er Elsa Kristinsdóttir. En ástæðan var svo að ég kærði mig ekki að börnin mín yrði ofsótt eins og dæmi þegar fólk þorir loksins að koma fram og tala. Einnig hef ég orðið fyrir miklu óréttlæti frá mínu eigin sveitarfélagi þegar neyðin var sem mest hjá mér. Ég ætla að fara í stuttumáli yfir lítið brot af málefnum sem varða mig persónulega. En takið eftir, þetta er einungis lítið brot. Ég bjó í leiguhúsnæði á vegum Kópavogsbæjar sem var gríðarlega myglað. Löng saga stutt, ég ákvað í samráði við lögfræðing að hætta að greiða leiguna samkvæmt húsaleigulögum og grátbað bæinn nýtt húsnæði og að leigan skyldi gerð upp í kjölfarið. Það þarf svo sem ekki að spyrja að leikslokum en bærinn rak mig út á gaddinn og þegar ég spurði hvert ég ætti nú að fara með 3 börn þá var svarið frá þeim einfalt. Þú ferð bara á götuna. Ég endaði þó ekki á götunni. Ég varð mér út annað húsnæði og losnaði undan fjötrum bæjarins að ég hélt. Eftir 17 lúnubólgur á meðan ég bjó í þessu svokallaða húsnæði þá var ég orðin óvinnufær og mín beið langt ferli í endurhæfingu. Það sem ég hefði unnið sem verktaki of lengi, þá átti ég nú ekki rétt á að fá atvinnuleysisbætur. Þá þurfti ég að leita aftur til bæjarins sem og ég gerði. Þeir voru nú svo góðir að veita mér aðstoð í skamman tíma, það var nú samt ekki frítt. Ennþá dag í dag fæ ég mánaðarlega rukkun fyrir svona smá aurum sem ég fékk og þegar ég segi smáaurar, þá var upphæðin vel undir 500.000. Ég var því tekjulaus í meira en ár. Verandi einsta móðir, þá velur maður og hafnar. Ég get sagt ykkur frá því að ég hef ekki haft efni á því að fara til tannlæknis í 6 ár. Ég þarf nefnilega að velja hvort ég vilji greiða fyrir húsnæði og nauðsynlega hluti sem börnunum mínum vantar eða leyfa mér að fara til tannlæknis. Og já, snjóboltinn rúllar og með minn góm og mitt náttúrulega stell, það er örugglega að verða dauðadæmt. Ég ætla þó að taka fram að þó ég sé einsta móðir með 3 börn, þá er ég nú svo heppin að eiga yndislegan unnusta sem hefur að baki brotnu aðstoðað mig eins og hann getur.
Þjóðfélagið býður þó ekki upp á það að okkur sé kleift á að búa saman með það fjölskyldumynstur sem við erum með. Þetta einungis brot af því sem ég hef þurft að standa yfir kerfið og það svíður að vita að hælisleitendur koma til landsins og fá meðal annars frítt húsnæði í ótakmarkaðan tíma ásamt tryggingu og innbúi, frí tannlæknaþjónusta og nei, þau fá ekki bara lagaðar skemmdir, þau fá nýtt stell, bónuskort til að versla í matinn, stundum mörg í mánuði. Læknar eru greiddir, plús að þau fá líka inneign í apótekin sem þau nýta sér í að versla hágæða krem og snyrtivörur. Þau kaupa sér ekki lyf. Fjárhagsstuðning í hverju mánuði af frátöldnu öllu sem ég hef talið upp. Svo þau eru með öðrum orðum að fá fullt af peningum á milli handana í hverju mánuði sem þau geta leikið sér með. Til dæmis verslað í háklassa verslunum, heimsótt heimalandi sitt og lifa ansi háu líferni. Það límdist saman. En hvað fáum við sem greiðum fyrir þessa svokölluðu þjónustu þeirra? Svarið ekkert. Við fáum ekkert. Það þaggað niður í okkur. Fjölmiðlar eru þöglir sem gröfin til þess að reyna að láta okkur halda að það sé allt bara í himnalagi. Ríkisstjórnin, hún þögul og á sama tíma reynir hún að ljúga okkur. Að okkar besti möguleiki núna í þessari ömurlegu stöðu, það er að ganga bara í ESB. Ríkisstjórnin núverandi er ekki að fara að hætta sínum látaleikjum. Það eru við sem erum undirstaðan í þessu landi og ætlum við að halda áfram að láta leika sér að okkur eins og rándýr gera með bráð sína. Nú segi ég stopp, hvað segið þið? Takk fyrir mig. Við þökkum henni Elsu bara hjartanlega fyrir og gefum henni bara hlýjar og góðar hugsanir og núna er næstur á svið hann Sigfús. Hann er stofnandi Íslands þvert á flokka. Hann hefur talað þar sem aðrir þegja og hann gefst aldrei upp. Sigfús er þrautsegur og ákveðinn og við skulum gefa honum hlýtt og kraftmikið klapp. Hæ. Ég ætla nú ekki að halda ykkur lengi. Þeir tala svo rosalega lengi, þessi gæjar hérna, sko. En á rosalega gaman að hlusta á hana Elsu. Hún hérna sagði okkur nákvæmlega hvernig þetta er. Ég skrifaði í Facebook-færslu í morgun þrautseigju. Það er það sem að þið hafið. Það er þrautseigja. Þannig sigrum við þetta mál sem við stöndum í dag með þrautseigju. Það er búið að reyna það okkur í hel. Það er búið að reyna að blóta okkur í hel. Það er búið að reyna að hóta okkur í hel. En hvar erum við? Hér! Baldur fór mjög vel yfir þessa hluti sem við erum að fást við, hver okkar markmið eru, þannig ég ætla ekki að duða það við ykkur. En mér finnst, ég þurfa að tala þessa 63 sem eru þann inni. Það er einhvern veginn þannig að ég fer alltaf í þessa 63. Ekki endilega þessa 63, heldur forvera þeirra líka. Hér voru í 7 ár aðrir og ekki aðrir 63. Hvað gerðu þeir? Þeir skelltu yfir okkur þessum lögum, þessum ólögum, þessum hörmungum sem við höfum þurft að búa í síðan hvenær? 2016. Hvað hefur breyst? Þeir eru búin að heyra það hér. Þeir sem eru hér núna eru búin að vera hérna í 8 mánuði og þar af í sumarfrí í cirka mánuð. Við vitum að vinna þeirra var trufluð af stjórnarandstöðunum tíma og ekki var hægt að samþykkja einhver frumvörp sem þau sögðu að væru á leiðinni til að laga einhver mál. Ef við lesum þessi frumvörp, þá eru þau ekki neitt. Þau eru plástrar og sárabindi. Við þurfum þess ekki. Við þurfum
Akkúrat eins og sagt var hér áðan. Við þurfum bara að leggja og taka tilbaka þessi ólög. Við þurfum bara að taka þau tilbaka, við þurfum að stokka upp á nýtt, við þurfum að loka þessum landamærum, við þurfum að ræða við þetta fólk sem við erum búin að gefa hér dvalarleyfi, hæli og ríkisborgararétt. Er það búið að segja okkur satt? Hver gáði að því hversu satt það var sem það sagði? Ég hef aldrei heyrt neinn segja mér hvernig það var fundið út að allar þessar fjölskyldu sameiningar sem í gangi eru þetta fjölskyldu meðlimir. Ég bara trúi því ekki. Ég bara trúi því ekki. Allir þeir sem fá hér ríkisborgararétt á silfurfati ganga nú hér eins og þeir eigi landið. Ég finn það. Ég rekst á þetta fólk hér og þar. Ég ekkert að segja við að henda einhverjum útlendingum út, það bara fáránlegt. Ég á fullt af vinum sem útlendingar. Kona mín erlend. Þetta ekkert að snúast það. Við viljum bara ekki þessar afhætur, við viljum ekki þessar glæpamenn. Við erum bara að koma hér glæpahópum, Albaníu, Litáen, Lettlandi, Póllandi, Íslandi. En hvað höfum við gert til þess að stoppa þetta? Lögreglan segir, lögreglan segir, það einn þarna inni af þessum 63, hann kemur úr lögreglunni, hann sagði okkur daginn, við erum eiginlega bara búin að missa þetta. Hvað þýðir það? Ég búin að missa þetta. Tjá. Þetta ekki svona flókið. Hvað gerðu Færeyjar á sínum tíma? Vitið þið hvað Færeyjar gerðu? Spillingin og bullið var hellingur. Hvað gerði fólkið? Það hafði viljan. Það breytti þessu. Hvað tekið á móti mörgum hælisleitendum í Færeyjum? Nákvæmlega. Það kannski 10, en það mjög vel valið úr. Hvað Pólland að gera? Hvað Ungverjaland að gera? Þetta ekki svona flókið. Vitið, ef ég væri þarna inni, þá allt vitlaust. En ég skal segja ykkur það, ég hef engan áhuga á því. En þarna, þetta fólk verður að fara að skilja okkur. Við erum hér núna, við vorum hér fyrir 2 mánuðum og við vorum hér fyrir 2,5 mánuði. Við verðum hér, við förum ekki neitt. Við þurfum bara aðeins að láta fólkið hætta að keyra í Hveragerði á blómadaga og eitthvað og vera hér með okkur. Það búið að hringja í mig, ég sverða það. Það svona 100 message, 200 símtöl, undanfarna dag og segja sorry, ég að fara í laxveiði. Fyrirgefðu. Ég að fara á blómadaga með fjölskyldunni. Ég hef sagt mjög ljót orð við þetta fólk og því fannst ég mjög óréttlátur. En mér finnst það bara sem svo. Ég sagði, ég skal þá bara vera þarna og reyna að gera hvað ég get fyrir barnabörnin þín. Þið eru hér núna til þess. Þið eru hér núna til að sjá það að börn okkar og barnabörn muni lifa því lífi sem við fengum að lifa. Hvar eru krakkarnir í dag? Eru þið búin að horfa út í garðana? Eru þið búin að horfa út á leikskólalóðirnar? Ég sé ekkert mikið af krökkum. Ég sé engan í stórfiskaleik, ég sé engan í eldingaleik, ég sé engan í yfir. Kannski tölvan að trufla þau, ég held ekki. Vitið það, ég heyri það bara. Fólk ekki alveg sama að senda börnin sín út. Ég skildi krakkana mína eftir í vagni fyrir utan hreinsununa þegar ég fór og sótti fötin. Ég myndi ekki gera það í dag. Þið myndu ekki heldur gera það. Við erum komið þangað. Þannig að við hættum ekki að koma hingað fyrir þetta fólk hlustar á okkur. Og ef það hlustar ekki á okkur, þá verðum við bara að taka einhverja aðra afstöðu. Ég ætla ekki að segja ykkur hver hún við þurfum bara að finna hann út saman. En hér og nú, krakkar, við verðum að taka á þessu. Þetta ekki eitthvað svona sem einhver segir, ég hef ekkert heyrt þetta.
Ef að hann hefur ekki heyrt þetta, nei, þá er hann bara ekki með. Það er þannig. En mér langar til, að því að held að það hafi verið bara eiginlega daginn sem ég ákvað það að stofna þessa grúppu, þá samdi ég ljóð sem að var svona aðeins að trufla mig. Ég setti þetta saman og mér langar að lesa það fyrir ykkur. Nú ætlum ég að fá að taka svona upp eins og allir eru búin að gera. Þetta er ekki langt, ég skal fara að hleypa ykkur heim. En þið verðið að hlusta og syngja með okkur eftir. En hérna, þetta er svo flókið að alveg væri ná sko. Ok, komið. Hérna, váin er til staðar en fólkið svaf, svefni værum við bröltið og litla landið sem allt okkur gaf liðaðist í sundur við skröltið. Því er þingmaðurinn svona, þrefar framtíð okkar barna, hvort sem það er maður eða kona, hræri í landin eins og skarna. Sjórinn, vatnið og vorið, veil Ísland er landið okkar, heyrið og hlustið á gorið sem heilinn þeirra kokkar. Föðurlandið er fyrir okkur öll, frá okkar feðrum til áa, því líkar okkur illa við þau köll sem heyrast á alþingi háa. Skoðanir okkar eru skorna niður, skelton í tunnu dimma, þetta er þeirra ráðamanna siður, því enga taka þeir rimmu. Lifum hér á sjó og landi, lítið þeir okkur skilja, virðist vera þeirra mesti vandi, að viti ekki okkar vilja. Nóg er komið, lokum landamærum, á gestagangin harða, náum upp svefniværum, ef við látum þetta ekki okkur varða. Því legg ég til að setja eyrun við, þið fílabeins turnaliðið, þið hreinsið út á okkar sið, annars yfirtökum við sviðið. Takk, gaman að sjá okkur öll. Við viljum þakka honum Sigfúsi kærlega fyrir þessi skýru og afgerandi lokaorð og takk fyrir að standa alltaf fastur og gefast ekki upp. Í dag höfum við talað skýrt og við höfum talað af heilindum. Við höfum afhjúpað stefnu sem hefur veikt grunnstoðir samfélagsins, skaðað þjóðina og grafið undan framtíð barnanna okkar. Þetta eru þriðju mótmælin okkar gegn þessari stefnu og þau sýna að þjóðin er ekki sofandi. En þetta er bara byrjunin. Við sjáum nú að þessi stefna stjórnvalda er hluti af stærra mynstri. Mynstri sem gengur út á að afsala yfirráðum, veikja þjóðavitund og kæfa lýðræðið. Þetta er ekki lengur spurning eitt mál eða eitt kerfi, heldur hver ræður yfir Íslandi og fyrir hvern. Við segjum það skýrt, þið fáið ekki að gefa landið okkar, ekki okkar nafni, við sættum okkur ekki við það, við þegjum ekki, við hverfum ekki, við komum aftur, fleiri og sterkari. Þetta er okkar land, okkar fólk og okkar framtíð. Takk fyrir að mæta og takk fyrir að standa með Íslandi. Við ætlum að enda þessi mótmæli í dag með því að syngja eitt af okkar fallegustu lögum og hún ætlar að dreifa hérna miðum fyrir þá, sú sem er búið að taka hérna upp fyrir okkur, ef þið viljið syngja með. Þetta er lagið Ísland er landið okkar.
Ísland land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonanna birtu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skógur. Ísland með blikandi norðljósa flag. Ísland feðranna afrekum flúði. Ísland foldinn sem lífið þér gaf. Íslensk þjóðin sem arfinn þinn geymir. Íslensk tunga þín skýr eins og gull. Íslensk sú lind sem æðar þér streymir. Íslensk vonin að bjartsýni full. Íslensk vornóttin að björt sem dagur. Íslensk